Velkomin í hlaðvarpið Hvort myndirðu frekar. Í þessu þætti reynum við að komast að því hvort þú myndir frekar vera með hljóð einangrindi Bluetooth heyrnartól eða heyrnartól með snúru og hvað leikur að baki þessara spurningar. Við heyrum staðreyndir, rök og pælingar frá hljóðmanninum Gísla Magnúsi sem mættur hérna til mín og ræðum staðreyndir til að komast að niðurstöðu, eða vonandi. En við getum ekki haldið áfram án þess að ræða styrktaraðila þáttarins. Þetta væri náttúrulega ekki hægt án styrktaraðila og við erum með 3. Við erum með vilmahome.is sem við byrjum á og það er svona go-to þegar maður vill gera meira kósí heima til dæmis. En ég mæli með að kíkja þangað inn með afsláttarkóða sem að þið fáið frá þessum þætti sem er stóri stafir HMF15 fyrir 15% afslátt. Svo er það Natraker sem eru náttúrulega túrvörur, ég ætla að segja, tíðavörur, túrvörur, þið veit ekki hvað ég við. Þetta eru náttúrulegar túrvörur og ég mæli með að bera þær saman við aðrar túrvörur. Ég hef gert það og það enda allan að þannig að ég myndi ekki velja annað en Natraker. Það er alveg á hreinu. En svo er það Sonnet. Ég elska Sonnet. Þetta eru svona það er svo erfitt að segja þetta orð, hreingerningarvörur sem að virka vel og eru líka betur fyrir umhverfið. Í þessu þætti þá langar mig að nefna Bergið Headspace sem er styrktarsjóður þáttarins í dag. Þetta er svo ótrúlega mikilvægt úrræði fyrir ungt fólk. Þetta er alveg frá 12 til 25 ára sem Bergið Headspace býður velkomið frítt, sem sagt fyrir ungt fólk sem að þarf einhvern til þess að tala við. Það er hægt að leita þangað án tilvísunar og fá bara hlustun og stuðning og þau eru ekki með langa biðlista. Ef þið getið ekki styrkt þau inn á þennan reikning að þá hvet ég ykkur ef þið eru að fara að hlaupa í Reykjavík maraþoni að hlaupa fyrir Bergið. En takk fyrir að styðja þáttinn og nú byrjum við. Sæll og blessaður Gísli og takk fyrir að koma. Já, góðan dag og takk fyrir að hafa mig. Þú ert með svo frábæra rödd. Takk fyrir það. Byrjum á því. Þú verður eiginlega að segja mér söguna sem þú varst að segja mér. Ég sem sagt er að vinna í Keili, heitir þetta, og er með mörg kennslumyndbönd þar til aðstoða þau tæknilega. Og nemandi var að horfa myndband hjá mér og svo hittir hann mig einhverjum dögum seinna og hann hélt í alvöru að röddin væri AI. Þetta væri bara eitthvað gervigreind að lesa texta en ekki mannvera með þessa rödd. Já. Æðislegt. Nú er ég með ferilskrána af IMDb. Já. Og ég sé að þú hefur verið hljóðmaður í ýmislegu. Já. Og ég ætla að athuga hvort þetta sé rétt hjá mér. Voru allir hér soundmixer? Já. Það er akkurat, það er heimildamynd sem ég hljóð vann. Já. It Hatched, Foley Artist. Já, það stemmir. Woman, Sound Supervisor. Já, það stemmir. Moments in Space Time, Dialogue Edit og Foley Artist. Já. Pearls, Sound Mixer. Pearls. Ég minnir það. Ég ætla ekki að fara lengra en þetta. Það vantar margt að minni líka. Það er mjög margt meira sko. Nú, ok. En það er aðeins eldra þannig að ég þori ekki að segja meira, þú ert örugglega búin að gleyma þessu. En segja mér aðeins áður við byrjum, bara hver þú ert og hvað þú gerir. Já, ég heiti Gísli Magnús Torfason, er menntaður hljóðhönnur fyrir sjónræna miðla og vann dálítið lengi í kvikmyndageiranum sem hljóðhönnur. Var ekki mikið á setti, mér fannst það bara ekki höfða til mín. Mér langaði ekki að vera í þessi 12 tíma vinnudag og ískalt út á jökli einhvers staðar. Það var ekki alveg fyrir mig, ég vil frekar vera á bak við tölvunni. En svo ákvaði ég að breyta til og er kerfisfræðingur núna, en er að taka hljóðvinnslu svona innan handar, svona tek 1 og 1 verkefni yfir árin. Bara svona halda mig við út að mér finnst þetta líka opaslega gaman. Já. Það er svona stutt og laggott mig. Já, mjög gott. Og svo varstu kennari í kvikmyndaskólanum? Já, svo tók ég að mér að kenna líka í kvikmyndaskólanum, kendi hljóðupptökur
sem svolítið sérstakt, þar sem ég vil ekki vera á setti. En já, ákvað að taka það að mér að kenna krökkum að hvernig á að taka upp hljóð og meðhöndla tækin og fara varlega með tækin af því að þessi búnaður náttúrulega kostar sitt. Heldur betur. Já, hann er leiðilega dýr. Já, veit allt um það. Já. Já, segi hérna í hljóðstúdíónu sem ekkert eðlilega stressandi að hérna kynna fyrir hljóðmanni en já, það er svo það er en, og þú kendi mér og þess vegna það ekki þið. Já, ég kendi þér. Heldur betur, þó að ég sé bara leikona. Já, það ætti nú allir að vita smá alla deildir, þannig að þetta er bara flott. Einmitt. Ég er mjög þakklátt líka og verða að viðurkenna að ég varð alveg mjög skotin í hljóðheiminum. Já. Og hélst ég ætla að segja þér? Nei. Það hefði þetta orðið rosalega vandræðilegt. Nei, mér fannst hljóðheimur mjög heillandi og bara eins og segir, svona baka tjöldin, þetta hljóð og allt þetta er mjög spennandi og skemmtilegt og miklu einhvern veginn viðtakari heimur en ég bjóst við. Og það er nefnilega svo margt sem þú getur skapað með hljóðinu. Það er tilfinningarnar sem á að koma fram. Þú veist, á þetta að vera horror, á þetta að vera komedía, á þetta að vera romantík. Og þetta er allt saman tilfinningar sem þú getur skapað bara með hljóði. Já. Og þá skiptir það rosalega miklu máli. Að hafa það gott og vel unnið. Heldur betur, mér finnst þetta eiginlega oftast einmitt vera að tala um í íslenska kvikmyndum. Já. Að hljóðið skiptir svo miklu máli og við fáum mesta rusltalið hljóðið. Oftar en ekki er það út af því að það vantar fjármagnið til þess að gera fleiri en eina útgáfu af myndinni. Að þegar þú ert að eins og að mixa mynd og þá mixar þú oftar en ekki í 5,1 af því að leikstjóran vill það. En svo fer það í útsendingu og það er ekki allir með 5,1 stúdíó heima hjá sér. Og einhvað þarf þá að gera til þess að hljóðið komi rétt fram en þá eru bakhátalarar teknir og settir í vinstra og hægri. Þá allt í einu eru komið meira háaði í vinstra og hægri. Miðjuhátalarinn er tekinn og hann er blandaður í vinstra og hægri. Og þá er allt í einu komin talan inni sem lækkast að því þú ert með einn hátalara sem er tilengaður tali sem er miðjuhátalarinn. Afskræði það, já. Já, þú ert með miðjuhátalarann sem er dedicataður fyrir tal og þú þarft að splitta honum í vinstra og hægri. En hann er farin að slást við þá hinn hljóðin sem voru í bakhátalarum og í vinstra og hægri hátalarum. Og þess vegna oftar en ekki er fólk alltaf að hækka og lækka. Af því að þegar það ekki mikið er að gerast og bara tal, þá heyrist það skýrt, en svo allt í einu komið einhver aksjón eða mikil tónlist eða mikið umhverfisljóð eitthvað svoleiðis, þá heyrist ekki talið. Það er af því að það er bara berjast við hinar tíðninnar sem voru í afturhátalarnum sem er kominir í vinstra og hægri. Í staðin fyrir að mixa þetta í stereo. Og þá er þetta mixað í 5,1 og svo er þetta sagt eins og downgradað í stereo. En það er bara ekki góð leið. Einmitt. Já. Svo gott að fá þetta útskýrt. Yes. Svona vel. Svo eitt af því sem að ég lærði hjá þér í kvikmyndaskólanum, í þessu hljóð, hvað kallaði þetta? Hljóðtækni? Hvað kendur þú? Hvað kendi ég? Hljóðupptökutækni. Hljóðupptökutækni, einmitt. Þá fórum við yfir bara hvað hljóð er. Já. Og þú varst bara að segja okkur í raun og veru hvernig það virkar. Já, svona mjög tip of the iceberg eðlisfræðin á bakvið hljóð. Einmitt. Já. Og þar í raun og veru fórstu svolítið að tala um þetta munin á svona og hvað Bluetooth gerir og hvernig það hefur áhrif á eyrun og þess aftar. Og mér langaði eiginlega bara til þess að fá þig til þess að segja mér aðeins frá því. Og ég er með rök með og móti og alls konar. En hvenær fórstu kannski fyrst að efast öryggi Bluetooth heyrnartóla? Sko, í raun og veru bara leið að þú koma á markaðinn. Út af því að Bluetooth það sendir út signalið sem heitir 2,4 GHz. En það eru líka flestallir sendimækar og önnur tæki eru á þessari sömu tíðni. Þau deila þessari tíðni. Og þá er alltaf hætt á því, þó að sé ekki mikil, en hættan er til staðar að þetta getur skarast og þá kemur truflun. Og þú vilt ekki vera á setti á einhverja með sendimæk
eða Bluetooth eða einhver svoleiðis og allt í henni fara að skerast inn og að fara að eyðileggja hljóðið og það ert að fara að segja við leikstjórann, hörðu, við þurfum að gera þetta aftur. Þannig að ég er alveg ekki hlynntur vinnulega séð að vera með Bluetooth. Ég vil hafa allt snúrutengt vinnulega séð. Já. En persónulega, þegar ég er út að labba með hundinn, þá vil ég frekar hafa Bluetooth. Ég nenni ekki að hafa snúrunu frá eyrum og niður í vasa. Hvað þá þegar maður er 2 metrar og lengdin hann á milli er svolítið löng. Þannig að þá kýs ég frekar Bluetooth. En það er svo annað partur á þessu, þó að sé ekki mikill, þá er latency. Útskýr hvað það er? Latency er sem sagt, það er töf á sendingu. Og ein góð leið er að sjá það að ef þú ert í bílnum og ert með símaðinn tengdan með Bluetooth, ef þú ferð á YouTube, að þá sérðu að tal og hljóð, eða mynd og hljóð, það synkar ekki. Það er latency sem er í gangi. Og þetta latency getur alveg skila sér líka í upptökum. Þannig að þú horfir á leikarann, hann er að segja eitthvað en hljóðið kemur aðeins og seint eftir á. Þetta er ekki mikið latency en það magnast meira því bilið sem verður lengra. Já, þannig að ef hann er með mikrofón sem er tengdur með í gegnum Bluetooth, Já. að þá er ekki, hvað segir maður, samsvarast ekki hljóðumynd Jesús Kristur. Já, Já. það er að heita því. Og þessna eru oftar líka ekki allir mikrofónar, þeir senda út sem sagt á útvarpsbylgjum, eða svona radio wave. Og þeir sendimækjar eru margfalt betri. Og þá er það bara svona til einhver tíðni sem þú ert að senda á bara þessi tíðni hér. Og það ertu búin að stilla á að þessi sendimækur og þessi móttakari er að tala saman á þessari tíðni. Og það getur þá gert það við fleiri aðra og þá er ekki hægt á því að þeir skarist saman þarna skilabóðin. Þessna hef ég ekki verið hlynntur af þessu Bluetooth. Líka það takmarka hversu margir geta tengst saman. En eins og ég segi Bluetooth svona persónulega bara til að hlusta á tónlist, já. En í vinnu, nei. En hvernig hefur eitthvað að skoða þetta svona hljóðeinangrandi partinn af þessu? Já, noise cancellingið. Já. Ég hef skoðað og búin að kynna mér þetta. Tækninan á bakvið finnst mér alveg stórkostleg. Út af því að hefur þú skoðað tækninan almennilega á bakvið, hvernig þetta virkar? Já, en ég væri til að heyra þess að segja það. Heyra mig segja? Já, ok. Sem sagt, tökum sem dæmi bara venjuleg heyrnartól og tökum Bose heyrnartól út af því að Bose voru þeir með fyrstu sem komu með þetta markaðinn og þetta var sem sagt fyrir flugmenn til að taka í burtu hömmið og suðið frá flugvélunum til að bæta þar sem sagt samskipti á milli flugmanns og annara í áöfnunni að þá voru þeir þurftir ekki að vera að berjast við að öskra við vél og þá voru þeir með þessi noise cancellings í gangi. En hvernig sem þau virka er að það er mikrofón utan á heyrnartólunum. Svo er annar mikrofón inn í heyrnartólunum. Mikrofónin, hann nemur hljóðið sem er að gerast í kringu þig og það kallast polaroid, hann svissar polaroidnum á hljóðinu. Hljóð er í raun og veru ekkert annað en loftslagsþrýstingur. Þú ert með háþrýsting og lágþrýsting. Þannig að þú ert með hljóð sem fer upp og niður, upp og niður, upp og niður og tekur sama hljóðið og er búin að taka það upp og duplikatera en snýrð pólunum við að þá ertu komið með það sem er að fara upp þá ertu með annan sem fyrir niður. Þá ertu komið svona speglun á hljóðinu. Og það sem gerist er að þegar þú ert með háþrýsting og lágþrýsting sem er að vinna á móti hvort öðru, það nullar sig út. Og þá bara kemur þögn. Og í raun og veru þannig virkar noise cancellingið. Þá ertu að taka hljóð, þú ert búin að taka það upp og þú snýrði við, speglar það og það nullar sig út. Og þetta er alltaf gerast á 15 milljónustu úr sekundu í heyrnartólunum hjá þér. Sem er alveg sturlað að þetta sé í gangi. Og þetta því að þú þarf líka svo mikrofónin sem er inn í heyrnartólunum, hann er að hlusta á hvernig hljóðið er að koma út. Þannig að ef hljóðið er samt að skila sér út, þá þarf hann að aðlaga sig. Þess að hljóðið sem að er fyrir kringu þig, sem mikrofónin nemur að utan heyrnartólunum, hann er að hlusta á það hvernig hann kemur inn í heyrnartólin og ef það er ennþá að heyrast þá þurfum við að aðlaga sem sagt hljóð upptökunni
og spegluninni Já. til þess að núlla þetta út á svo hratt að þú nemur það ekki. Þetta er alltaf stórkostlegt. Þetta er alveg fáránlega mikil tækni sem og hvað þá þegar þetta er bara komið inn í earbuds sem ennþá minna heldur en sem kallast over-ear heyrnartól. Já. Er eitthvað hættulegt við þetta? Það er einhverju sögursagnir það. Að þetta getur skaðað heyrn og allt svoleiðis. Hvernig þá? Að ég bara hreinlega veit ekki út af því ég sé ekki hvernig þetta á að vera hættulegt. Ég finn ekki fyrir inn í svona hættumerki. Allt sem ég hef lesið þetta eigi að vera hættulegt að þetta getur skaðað innri eyrað og skaðað jafnvægið og eitthvað því líkt. Ég bara, nei, þetta er bara eitthvað fólk sem er að segja þetta en maður hefur aldrei séð neina ítarlega rannsókn þetta. Það er rannsóknir sem ég hef séð sem fólk er að skoða hvers konar áhrif þetta hefur engin. Nei. Ekki neinn, nema það bara að þú ert ekki jafn var þig í umhverfinu. Einmitt. Að þetta dekkar út hljóð í umhverfinu og þannig að þú ert bara meira lokaður í þínum eigin heimi. Ég held að meiri skaðin sem er að gerast það er að fólk er að spila tónlist eða einhver hljóð, podcast, tónlist, bíómyndir með heyrnartól alltaf hátt. Allt yfir 85 decibeli meiri klukkutíma þá ertu farin að skaða heyrnina. Já, og mikil umferð í Reykjavík eru 85 decibel. Nei. Jú, þannig að ef þú ert í umferðinni sem er mikil hávaði í meira en klukkutíma þá ertu byrjar að skaða heyrnina. Heyrðu? Yes. Passa sig. Jep, og þessna er líka, ég er búin að sjá breytingu og mér finnst það geggjað að fólk á tónleikum eru farin að nota eyrnatappa, að farin að passa eyrun sín og meira segja á skemmtustöðum. Fólk er að sitja í eyrun á sér og ég held að flesti sem hafa farið á tónleika eða á skemmtanalífið og ekki verið með eyrnatappa og vakna daginn eftir með þetta það eru þessi litlu hár sem eru í eyrunmaður sem eru að víbra sem nemur hljóðið og býr til hljóðið sem þú heyrir það eru þau sem eru að ískra því að þau eru sködduð og ef þau eyðileggjast eða brotna og þá ertu komið með það sem heitir tinnitus. Það sem ertu með stanslaust suð í eyrunum allan daginn, alltaf og það er ekkert við þig að gera. Ekki neitt. Það er engin lækning til við því. Þú ert alltaf með svona í eyrunmaður. Jep. Þannig ég held að það sé meira hættan og heldur en einhver noise cancelling er að bara fólk er að hlusta alltaf hátt. Já. Vá. Eru þið ekki að læra mikið? Ég er að læra helling. Sko, það sem ég sé að því ég er með hérna rök með á móti. Já. Ég endur bjóða það eins. Endilega. Með aðstoð ChatGPT. Þannig að við tökum þetta eins og hérna mákonum minn sem vinni á Google, hún segir, þú veist, að maður á að nota AI eins og svona intern, hvað er það á íslensku? Lærling, já. Að þá, og Google segir þeim að gera það, ég veit ekki hvað ég segja þetta, hún veit að þessi þáttu verið ekki tekið niður. Nei, ekkert. En hún segir að, þú veist, að þau eru beðin, að því hún er forritari, að nota, ég veit, man ekki hvað Google notar, þetta er ekki ChatGPT heldur, Gemini, já. Að nota það eins og lærling, þannig að þú tekur á upplýsingunum en þú svona kannski ekki 100%. Já, ég held að það sé rosalega góð nálgun á þetta. Svona eins og, já. Þetta eru líka þannig, allir skólar, það er náttúrulega búið verið í fréttunum að krakkar eru að nota ChatGPT og alla þessi gervigreindar og allt svoleiðis. Mér svona finnst það alveg fínt að þessu ég nota þetta en þú þarft að nota þetta rétt og þú þarft að vefengja allt sem hann segir þér. Einmitt. Þannig við viljum að hlusta á þessi skilabóð frá ChatGPT með gagnrýnni hugsun en það sem hann segir er hljóðeinangrun verndar heyrn til lengri tíma. Með hljóðeinangrun þarftu ekki að hækka hljóðstyrk í hávaðasömu umhverfi, til dæmis flugvél, strætó og bílskipstofurými. Minni hljóðstyrkur, minni áhætta á heyrnarskaða, eins og þú segir. Já. Minna álag og streita, stöðugur umhverfis hávaði veldur til dæmis aukinni streitu, þreytu, verri einbeitingu. Hljóðeinangrun getur því lækka streitu og aukið einbeitingu.
betri einbeiting og framleiðni, sérstaklega gagnlegt fyrir fólk með ADHD, eins og mig. Fólk sem vinnur í opnum rýmum, minni truflun, betri fókus. Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta er. Já, betri hlustunarupplifun, hljóð verður skýrara, án bakgrunns hávaða, þú heyrir fleiri smáatriði í tónlist og tali, hvíld fyrir heilan fyrir suma, veitir þessi heyrnartól skynræn hlé í hávaða heimi. Getur hjálpa fólki með kvíða eða ofurnæmi. Þetta eru meðrökin. Svo eru á móti, það er hljóðeinangrun, virk hljóðeinangrun blekkir innan gæsalappa heilan með andstæðum hljóðbylgjum. Sumir upplifa þrýsting í eyrum, höfuðverk, ógleði, svima. Heilun er ekki hannaður fyrir algjör þögn allan daginn, segir hún. Náttúrulega, ef maður fer út í svona sagnfræði og þess aftar og svona hugsar langt aftur á baki tíman, heyrnin var það fyrsta sem gaf okkur viðvörun ef við hætta að koma. Þannig að, og líka gott dæmi ef maður notar þetta mikið í bíómyndum ef fólk er í skógi og ef eitthvað hættulegt er að koma þá heyrir þið tré svona brotna og þá allir alveg, oh my god, það er hvað að gerast. En akkurat, þetta er það sem við heyrum, ekki það sem við sjáum, heldur heyrum. Og að, að taki allt þetta í burtu þá er maður ekki var sig. Einmitt. Já. Svo segir hún hérna, aukin skynræn einangrun getur dregið úr tengingu við umhverfið, félagslegum samskiptum og fólk svona innan gæsalappa hverfur inn í kúlu. Finnst það svolítið skemmtilega orðað? Þú verður hverfur inn í kúlu. Já, verður í sinum eigin heimi. Einmitt. Og svo er öryggisáhætta, þú heyrir ekki umferðviðvaranir og fólk að kalla á þig. Sérstaklega varansamt í borgarumhverfi eða á hjóli, sem er svo sannlega satt. Ég myndi ekki vera í Kaupmannahöfn með hljóðeinangrandi heyrnartól. Nei, ég held að þú skiptir ekki máli hvort þú verður með hljóðeinangrandi eða ekki, eða þú ert á hjóli, þú ert á það mikilvæg ferð og að hlusta á tónlist, það myndir hvað sem er gerast, ef slysið er að fara að gerast. Ekki vera með, já, og ekki vera, hætti allir að, ég er alltaf að sjá fólki í símanum á hjóli, allt í einu. Já, það er nú ekki mikið það hérna á Íslandi. Nei, en ég sá það samt daginn, ég var í Lindahverfi að keyra í Kópavoginum og það var einhver krakki á hjóli í símanum. Já, ok, nei. Já. Nei, þetta fannst mér ekki sniðugt. Það er enga veginn. Og hérna, nei, en þú veist, auðvitað er þetta líka bara önnur umræða, þú veist, ég var líka í fyrrasumar á, hérna, á tjaldsvæði á Akureyri. Já. Og við vorum bara eitthvað að rölda ég held ég hafi verið í Folvi, frisbygólfi, gerði það mjög reglulega. Og hérna, er að rölda Frolvi? Folvi. Heitir þetta Frolv? Nei, Folv. Folv? F-O-L-F. Folv. Folv, okay. Frisbygólf. Ok, ég er bara frisbygólf fyrir mér, en já, Folv, ok. Ég er svo með þetta maður. Ég lág að spila Folv. Ok, fyrir ekki. Það er að grína Folvi. Þetta er sportið mitt. Okay. En hérna, já, Folv. Og við erum í Folvi í Gjarnaskógi á Akureyri og þá sé ég mann sem ég ætla að giska að hafa verið faðirinn með dóttur sinni og hundi út í göngutúr í Kjarnaskógi sem er náttúrulega dásamlega fallegur staður. Já. Bæði í símanum að labba. Já, nei, skildan eftir. Pappan eða síman? Bæði bara. Nei, já, eins og þú sagðir, þetta er alveg heil umræða fyrir sig, þetta símavandamál og ég er að berjast þetta við börnum mín og ég er þessi leiðilegi kall sem setti tímarama á þau og ég stjórna símanu þeirra í gegnum hinn og þessi upp. Hvað upp? Eins og Google Family, þá heitir þetta Family Link. Og þá sé ég símanni á stelpunum minni, ég sé hvað hún er að skoða, hversu marga klukkutíma hún hefur eytt á hvaða appi og ég set bara tímarama, hún fær að hámarki 3 klukkutíma á dag. Frábært. Það er bara, hún fær ekki meira en hún fær rétt svo 30 mínútur á TikTok og YouTube. Já. Þeir fá ekki meira. Já. Ég er þessi ógeðslega leiðilega. Svo kemur, já, en Becca sískinni mín fá að vera, já, ég er ekki pabbi þeirra. Því miður. Ég get ekki stjórna öllum börnum. Nei. Einmitt. Já, þetta er alveg önnur umræða sem er mjög vert að taka fyrir, en í þetta erum við að tala um Bluetooth heyrnartól og heyrnartól yfir höfuð. Já.
Til að halda áfram þá ofnotkun, ef fólk notar hljóðeinangrun allan daginn á öllum stöðum getur það aukið skynæmni þegar hún ekki til staðar. Sko, ég horfði á eitthvað YouTube-vídeó og nokkur og las einhverja greinar í alvörunni, actually. Já. Ég las í alvörunni greinar. Já, ok, bú. Alveg rítvinda greinar og allt, sko. Ekki bara TikTok og YouTube, ég lofa. Og þar voru einhverjir læknar sem eru sérstakir einhverjir svona eyrnalæknar eða þannig. Já, halsnefa eyrnalæknar. Já, sko, ég veit ekki hvort þeir hafi verið, þetta voru einhverjir bandarískir læknar sem þetta svona, þú veist, eins og börn sem eiga erfitt með tal og svoleiðis. Og það tengist kannski einhverju heilanum og eyrunum og eitthvað svona. Þetta eitthvað svona, man ekki alveg akkurat svona hvað heita þessi læknar. En allavega, þeir voru að segja að þeir hafa talað sér saman og það var einhver frétt í Bretlandi þar sem þeir voru að tala það að mögulega gæti hljóðeinangrandi heyrnartól haft einhver slæm áhrif á þroska. Já, og þá var það varðandi það að þessir læknar voru að tala sér saman að það var einhver stelpa sem að notar hljóðeinangrandi heyrnartól 5 tíma á dag, kemur til þeirra og hún segist ekki skilja fólk í kringu sér lengur. Já. Einhvern veginn, hún bara ekki alveg að ná að meðtaka hvað fólk að segja og svona, og þá var þessi hræðsla komin í gang náttúrulega að þeir fara síðan að tala sér saman við aðra lækna og þeir svona, já, gæti verið að þessi sem er líka hjá mér sem er ekki alveg að skilja, noti líka hljóðeinangrandi heyrnartól eins og ég held. Já, 90% af svona hástétta fólki eða svona millistéttar hástétta fólki í dag notar. Já. En ég veit ekki hvort það sé einhver tenging á milli en þessir YouTube-læknar eftir þessar rannsóknir mínar sögðu að það gæti stafað því að það eru bara rosalega margir að hlusta á hljóðeinangrandi heyrnartól og það sé ekki voðalega mikið tenging á milli, en það gæti líka eitthvað tengst einhverju innra eyra dæmi sem að í raun og veru, þú veist, heilin næri ekki að skynja ef þú notar hljóðeinangrandi heyrnartól í ákveðin tíma að þá hættir heilin að skynja munin á hljóði og mynd, eins og segir að það er búið að samþjappa hljóðinu í eitt. Já, sko að þetta sé noise cancelling að kenna, nei. Að þetta sé heyrnartólunum að kenna, já. Börn eru hvað var það? Ég las þetta að börn eru að taka inn upplýsingar hátt í 100-falt meira en fullorðnir einstaklingar. Og þess vegna oftar en ekki þegar maður hefur nefnt þetta þau hvað áttu við. Þegar þú varst krakki og þú varst í bílferð og segjum sér svo að þú ert að fara frá Reykjavík og þú ert að fara til Borgarnes. Sú ferð var ógeðslega löng þegar þú varst barn. Og hún var svo lengi og maður var að deyja. Þetta var svo lengi. En núna í dag þegar þú keyrir þetta, þá er þetta enga stund. Og veist, þetta eru 40 mínútur. Þú veist, það varstu komin. Þannig að af hverju svona svakalega munur á milli barnsútgáfu og fullorðins. Það að því að börn að meðtaka allt. Þarna er tré, þarna er gras, þarna er kind, þarna er einhver annars og tónlist í bílnum. Og sískinni jafnvel og þau eru að tala og þau eru sjórinn og þarna eru fuglar. Þau meðtaka þetta allt út af því að þetta er allt nýtt fyrir þeim þar sem þau eru börn. Ekki bara börn með ADHD. Ekki endilega bara börn með ADHD. Þetta er bara börn og þau eru að taka inn allar þessu upplýsingar og þau eru að geyma þetta og læra af þessu. Við sem fullorðnir einstaklingar, við vitum hvernig sjórinn er, við vitum hvernig fuglinn er og við vitum hvernig grasið og trén og kýrnar og kindur og allt þetta. Þannig við leiðum þetta fram hjá okkur, þess vegna tíminn oftar en ekki fljótar að líða því að við erum ekki að taka inn eins mikið af upplýsingum. Við erum með þessur upplýsingar nú þegar. Þær eru til staðar, ekki hjá börnum. Og þess vegna eru þau að taka inn helling og því virkar það þannig að tíminn sé miklu lengur að líða út af því að þau eru að læra. En ef þú svo tekur í burtu eitt skinnfæri með heyrnartólin, þá náttúrulega ertu bara að taka inn sjónræna skynjun, sjónrænan lærdóm sem er að gerast í kringu þig, að þá er ekki skrítið að þau sitja eftir að með málþroskan. Af því þau eru að hlusta á eitthvað allt annað í eyrunum. Og hvað þá ef þetta eru þá yngri krakkarnir sem eru á YouTube og tökur sem dæmi stubbarnir. 30 mínútur þáttur sem væri raun og veru bara 5 mínútur og þau að endurtaka sig trekk í trekk.
Já, það getur ekki verið gott. Engan veginn. Það finnur ég líka horfði að lástu upp á það. Það er stæðislegt. Já, en pottið þá, varstu þá bara með heyrnartól og spjaldtölu? Nei. Nei, akkurat. Nú, þarna, hvað þá ef þau eru í bíl, tökum það aftur sem dæmi og eru með spjaldtölu, þá er ekki að skoða umhverfið í kringu sig. Þeir eru ekki að taka inn eins mikið upplýsingu, þeir eru bara að horfa á það sem er á skjánum beint fyrir framæðin. Og þau vantar allar þessar upplýsingar sem við flest allir aðrir sem eru fætti fyrir 95, myndi ég segja. Ég fætti 2000, ég er alveg líka með þessu, sko. Ok. Nei, það kannast, já. Notum 95. Notum 95, þar sem þetta var ekki mikið til staðar að ég er ekki að segja að börn í dag sé einhver vitleysingar. Nei, alls ekki. Ég er bara, þetta er aðri tímar en fólk þarf að vera var sig með þetta, að þetta hefur áhrif. Fólk verður vart sig við það að læra á umhverfið sem er í kringu sig, en ef þú tekur það í burtu og þá veit fólk ekki hvað er að gerast. Ef þú eru með heyrnartól allan daginn á sér og gera þessi kannski ekki grein fyrir hvað er að gerast í kringu þau og þá getur það tekið úr málþroska með því að ef þú ert ekki að tala við börn og börn eru ekki að tala við aðra og þess vegna hef ég líka sagt að leikskóli skiptir rosalega mikið máli fyrir krakka. Það eru að þá fá þau félagslegan þroska, þau fá málþroska og allt svoleiðis, en þar eru þau heldur ekki með heyrnartólin. Já, heyrnartólin þá eru eins og gervigreindin sagði, þú bara lokast inn í búblu. Já, nei, fyrir ekki, inn í kúlu. Þú verður bara einangraður inn í kúlu og ert að alast upp með sjálfa þér, sem er ekki sniðugt. Nei, maður þarf félagslegan þroska, þú þarft að umgangast fólk og ef þú bara lokar þig af með heyrnartóla, það er bara ekki gott. Nei. Þannig að það er að segja það að noise cancelling sé að gera þetta? Nei. Heyrnartólin, já. En í hvaða tilfellum heldur þetta sé gott eins og fyrir börn? Þau sem krakkar sem eru með ADHD, krakkar sem eru með einhverfu, þar sem geta verið með svona supersensitive skinnunni þeirra, að ljós geta verið óbjört, mikill háaði og allt svoleiðis að það getur farið í skapið á þeim, en þá á að nýta þessi tækjatól í þeim aðstæðum sem þetta þarf. Einmitt. Já, þú átt ekki þurfa að hafa þetta heima. Ef við erum svona mikið læti heima hjá þér og barnið finnst vera öruggara með heyrnartól, það er ekki gott. Barnið á að vera öruggt heima hjá sér. Og sama á við bara með fullaran einstaklinga, ef hann getur ekki verið heima hjá sér nema með heyrnartól, þá er eitthvað í gangi heima. Já. Nú er ég alhæf eitthvað og pottið einhverju reiðir núna. Alveg bara, helviti, hvað er þessi kall að segja, hann veit ekki raskat. En noise cancellingið er rosalega gott líka, út að vera með stöðugt suð, það er þreytandi. Þetta er snilld í flugvél, þetta er snilld í strætó. Að taka í burtu hömmið og suðið og skvaldrið í farartækjunum sjálfum. En maður myndi alltaf vilja halda að þú getur heyrt í fólki. Maður vill hlusta fólk, maður vill vita hvað svona hlera. maður hefur alveg sittið í strætó og svo heyrist fyrir aftur mann, guð minn góður, hann Bjarni maður. Og þá svona liggur maður hvað er hann að segja? Hver er Bjarni? Ég veit ekkert hver Bjarni er en ég er alltaf til í gott slúður. Og ég myndi missa af þessu ef ég var með noise cancelling heyrnartól. Já. Þú vinnur það ekki? Nei, maður vill gott slúður. Já. Hvað finnst þið fólk svona almennt gera sér grein fyrir þessu? Nei, ég held ekki. Nei? Þetta er rosalega vinsælt á opnum vinnustöðum að vera með heyrnartól og ég gæti trúa því að þessi þróunar það að vera með opin vinnustað sé út af noise cancelling headphoneum. Það var þar voru allir með sína skrifstofur eða kannski max 2-3 inn á skrifstofu, annars var þetta allt saman loku rými, en svo allt í einu hörðu, noise cancelling heyrnartól. Ég veit, opnum allt, höfum alla veggi opna. Hörðu, það er mikið læti okkur. Já, látum alla fá noise cancelling heyrnartól. Það var þetta alveg eins og sért inn í lokuðu rými. Það hljómar þessu einhverju auglýsing. Já. Þannig að mér finnst það mjög skringileg nálgun það að taka í burtu veggi en samt sitja þá upp svona digital vegg í kringu þig til að loka þig af. Já. Já,
Heldur samt að Bluetooth heyrnartól séu hættuleg út af bylgjónum, rafbylgjunum? Nei, þessar bylgjur eru nú þegar til staðar í heiminum. Við erum bara að nýta þær. Allar bylgjur sem við höfum talað eins og fólk var að fara úr límingunum yfir 5G. Þannig að farsímanum var lókvöðu, nú allir að fá krabbamein. Nei, þessar bylgjur eru nú þegar í umhverfinu. Við erum bara komin þangað í tæknina að við getum nýtt þessar bylgjur til að senda upplýsingar. Það eru til margfalt fleiri bylgjur og bara ljósbylgjur. Við sjáum hvað við erum með 3 cones held ég að heitir. Cones? Já, það er í augunum, það er sem sagt litirnir sem við sjáum, hvort það sé, ef við mannum hvort það var grænt, ekki grænt. Nei, já, blátt, rautt og gult. Já, það eru þessi 3 litir sem í raun og veru við sjáum og já, en ljósa sviðið er miklu meira, það er infrared. Já. Við sjáum það ekki, en það er til staðar. Já. Og við erum með tækni sem getur nýtt sér þetta. Sama og við með bylgjur. Já. Þetta er til staðar. Við erum bara búin að finna leið hvernig við getum nýtt okkar þessar bylgjur. Þannig að þetta er ekkert nýtt. Nei, við getum ekkert fundið upp nýjan lit. Nei, við getum ekki fundið upp nýja bylgjur. Nei. Þetta er þarna. Einmitt. Þannig að fólk er að missa sig yfir því að Bluetooth getur valdið þessu. Nei. Þá væri það búið að gera það. Já, einmitt. Af því að þessi bylgja er nú þegar til. Já. Þessi tíðni er til. Og telur að vísindin séu komin á langt til að fullyrða að þetta séu skaðlaust? Já, ég held að sé ekkert annað bak við þetta Bluetooth. Eina sem ég myndi vilja er bara tæknin yrði betri. Nú, hvernig þá? Að eins og staðin er núna þá getur bara verið 1 sendir og 1 móttakari. Já. Þú ert með tölvu og þú nær bara að tengja 1 sett af Bluetooth heyrnartólum í það. En svo silent disco. Já. Það er sendar útvarpsbylgjur. Já, og þá ertu með bara útvarp og þá eru þeir sem eru með heyrnartól þeir stilla á tíðnina og hlusta á það. Ég væri til í að, við búin nefnilega, eins og ég segi, ég vinn hjá Keili, ég vinn í skóla og ég hef oft pælt í því, það er kliður stundum í krökkum og eitthvað þess og þar. Hvernig væri hægt að útfæra þetta akkurat að vera með kennara nær sér og heyra vel í honum á þess að kennara þurfa að standa við hliðina þér. Og þá fór maður, ok, hvernig væri með eins og með silent disco? En þá þarf þetta að eiga heyrnartól til að lána nemendunum og það getur verið kostnaður. En ef allir nemendur eiga Bluetooth heyrnartól, þannig að ef það væri einhver tækni þar sem hún getur verið með tæki sem sendir, en getur þá tengst, mörg önnur tæki geta tengst við þetta. Ég hef ekki fundið þá tækni. Það er bara, þú ert með tæki, þú ert með heyrnartól. That's it. Það er bara 1 tæki og 1 sendir. Sko, ég reyndar var að prófa daginn að tengja 2 mismunandi heyrnartól, Bluetooth heyrnartól við tölvurheimina til þess að horfa á mynd. Já. Og það virkaði. Já. Ok, þá er þér kannski komin lengra, það er alveg síðan ég skoða þetta, það er komin alveg nokkar ár. Já, en eins og ég segi, maður væri til í þetta væri akkurat að þú getur tekið við 20, 30, 40, 50 manns í þetta. Já, ég hef reyndar ekki skoðað, ég hef ekki reynd að horfa á mynd með 40 manns í makkanum mínum, en Nei. Það væri gaman að skoða hvort það sé hægt. Já, út af Bluetooth-tæknin, hún er sterkari heldur en útvarpstæknin. Já. Útvarpsbylgjur, það geta valdið truflun eins og þegar maður er einhver símihringir. Það kannast kannski einhver við þetta með svona gömlu útvarpstækin og svo hringir síminu og það er eitthvað í tækinu og það truflaði sendinguna. Ok, þarna tengi ég ekki. Nei, akkurat. Hann komst upp aldur. Og fyrir stjórn. En já, það alltaf, þessi truflun hún kemur ekki í Bluetooth. Já. En þannig að þá sér maður fyrir sér alveg notkunnun þetta fyrir í stórum ráðstefnusal að þú situr á það Bluetooth heyrnartól, tengir þig bara, ég vil hlusta á þennan fyrirlestur en þú þarft ekki endilega að vera inn í salnum og þá getur þú hlusta á þetta bara í gegnum heyrnartólið. Já, en þá akkurat þarf tæknin að vera þar að það geta fjölda heyrnartóla tengst einu tæki. Þetta er náttúrulega draumur held ég flestra náttúrulega allavega ég vil ekki alhæfa en allavega Ásthildur sem er með ADHD við taka fram að þetta hljómar vel fyrir manneskju með ADHD. Já. En aftur, ég er ekki alhæfa. Heldurðu að já, veit ekki alveg hvernig þetta er ChatGPT spurning, heldurðu að þægindi hafi tekið yfir varfærni í tækninótkun? Ég veit ekki eins og ég myndi aldrei skrifa þetta því að varfærni, ég veit ekki eins og hvað þetta þýðir.
tæknin hefur tekið yfir varfærni. Er það svona preciseness, eða þannig? Já. Það skiptir mér þessu spurningu? Ég bara ekki kláraði hvað hann að biðja það. Nei, bless, ChatGPT. Er stærsta hættan tæknin sjálf eða hvernig við notum hana? Það alltaf hvernig við notum hana. Já, það alltaf manneskjan sjálf hvernig hún nýtir tæknina. Já. Svo kemur ein spurning frá mér. Ef þú ættir að gefa almenningi eitt einfalt ráð varðandi heyrnartól, hvert væri það? Ekki nota þau. Af hverju? Mér persónulega, mér finnst leiðilegt að vera með heyrnartól. Ok. Ég vil heldur ekki að vera með earbuds. Ok. Já. Og af hverju ekki? Það mér rosalega vant eyru mín. Og ég vil ekki spila tónlist of hátt. Og mér finnst hljómur líka mikil skemmtilegri ef ég að hlusta tónlist að koma úr hátalurum. Fyrir mér finnst það hljóma skemmtilegra. Af hverju? Það einhver fílingur í því að vera umvafin tónlistinni en ekki bara tónlistin inn í eyrunum. Já, að ef þú ert með gott hljóðkerfi og hljómaður með oftar en ekki alltaf stort hljóðkerfi fyrir íbúðina, þannig að margir geta kvartað og bankað upp og segja, jæja, ekki komið tími til að lækka. Býrðu í blokka? Já, ég býr fyrir bíl. Það hefur alveg komið fyrir og þannig að þegar maður heima að hlusta tónlist að maður vill finna fyrir henni allstaðar en ekki bara í eyrunum. Já, þú vilt finna þegar það kemur eitthvað góður bassi og þá finnur þau svona smá svona víbring í fötunum og eitthvað svona og jafnvel þegar það kemur ógeðslega góð tónlist og það getur verið hvað sem það getur verið frá óperunu og alveg upp í nýtt pop bara ef maður finnur þessa tónlist sem gefur mann þetta endorfín og maður fær gæsahúðum líkamann. Ég hef aldrei fundið það með heyrnartólum. Nei. Góður punktur. Þannig að ég hef allt bara með hátölurum. Þannig að en heyrnartólin, þau eru fín þegar maður er út að labba, þegar maður er í ræktinni, annars nota ég það ekki. Ein spurning viðbót, ánum fyrir mig samanlega og samlega. Hvað ætti fólk að varast? Hvaða, að því þú segir eins og umferðin er yfir 85 decibel. Já. Hvaða aðrar aðstæður ætti fólk að varast, hvað var að heyrn? Það náttúrulega bara staðir sem eru háværir og ef þú veist að þú ert að fara tónleika, taktu með eyrnatappa. Það eru komin margar típur af eyrnatöppum, ekki bara þessu gömlu gulu sem hún kremur og tryður inn í eyrnaður. Vistu andan hana? Gerum við það áttur? Ef þú ert með þessu gulu sem hún kremur og tryður inn í eyrnaður, það heldur ekki gott. Og það eru komin eða sem heita loop. Einmitt. Já, sem rosalega sniðugt. Já, ekki auðlýsing samt, en vonandi, kannski einhvern tímann. Lúpið þarf að hlusta, þú mátt alveg sponsa og svo veit ég að apótekin þau eru að selja hinn og þessi heyrnartól og þau eru svona eyrnatappa sem eru partí-eyrnatappar og svo er eitthvað svona sleep-eyrnatappar, airplanes eyrnatappar og eitthvað svoleiðis sem mjög gott að nýta þau en svo aftur á móti þú ætti aldrei að setja neitt inn í eyrun á þér. Já, allt minna en olbóin á þér. Olbóin? Olbóin. Á ekki að fara inn í eyru á þér. Ekki putti? Ekki putti. Akkur ekki? Ekki earbuds. Ekkert svoleiðis á að fara inn í eyrun á þér. Ok. Og nú kemur þetta ógeðslega. Þú ert að íta eyrnamörgnum inn. Já, þú mynd það. Já. Já, þú myndar stíflu. Já. Og það mun þá hafa áhrif á heyrnina. Og ef þú ert alltaf með eitthvað í eyrunum á þér og íta inn eyrnamörgnum þá myndar það stíflu, þú getur fengið ertingu, þú getur fengið eyrnabólgu og þú heyrir minna og þetta bara ekki sniðugt að vera að stinga einhverjum í eyrun á sér. Það finnst mér rosalega skrítið að til þessi eyrnapinnar. Já, 2 stelpur alveg, pabbi, ég þarf að hreinsa eyrun. Ég þarf eyrnapinna. Nei, þú þarft ekki eyrnapinna, þú þarf bara að fara í sturtu. Skolaði með vatni. En þetta eru eyrnapinnar. Nei, þetta til að taka í burtu og hreinsa kannski eitthvað við svona make-up eða eitthvað svona kringum augun eða hjá eyranu en aldrei inn í eyrað. Við þurfum að finna nýtt orð yfir eyrnapinna. Snirtipinni. Þetta verður fyrirsögn með Pjell. Heyrðu,
aftur ekki auglýsing fyrir MBL samt. En samt ef þú ert að hlusta. Herri, nú ætlum við að fara yfir í samanlega og samanlega. Ok, Og þú stoppa mig ef þú ert ósammála. já. Bluetooth heyrnartól eru ofnotuð með við hvað við vitum lítið langtíma áhrif. Ósámála þessu, veist, því þetta hefur engin áhrif. Þessi bylgjur eru til staðar. Þetta mun ekki gera neitt. Skortur á sönnun er ekki það sama á sönnun öryggi. What? Skortur á sönnun er ekki það sama á sönnun öryggi. Er þetta svona saklaust þar til sakhæfur annað orðatiltækið? Einmitt, já. Ég veit ekki alveg, þetta er líka Ok. Þetta er líka eitthvað bull hérna, ekki tugsa þetta. Jésús. Rafsegulgeislun. Rafsegulgeislun, ok. Þá erum við komin út í eitthvað allt annað heldur en Bluetooth-bylgjur. Ok. Í litlum skömmtum getur samt haft áhrif til lengur tíma. Sko, það er alveg vitað að seglar hafa áhrif á fólk. Já, og rafseglar getur alveg haft áhrif á fólk. En að það tengist Bluetooth? Ný. Þá er það næsta spurning, eða næsta sammála eða ósammála. Með rafsegulsbylgjur. Nei. Samfélagið er orðið of sátt við að bera tæki nánast inn í líkamann. Nei, ég er ekki alveg sammálaður þar. Nei. En ég sé alveg að hún er að stefna þangað. Að það er fólk bara að sitja undir húðinu hjá sér svona microchips. Hvað, ha? Já. Það er sem sagt biohackers. Já. Kallast þetta. Og hvað er þetta? NTC-örgjörfi eða einhver svoleiðis ef ég mann rétt, eða getur verið ég að sé að fara með einhverja bullana. Já. Það er eins og þegar þú ert að borga með símanuðinum eða kortinu þetta snertilausa, já, svoleiðis litlar örflugur, fólk er að sitja það undir húðinu hjá sér og nota það til að opna útidyrahurna sína eða opna læsta peningaskápin sinn eða búin að stilla þig til að gera eitthvað annað. Ha? Yes. Þannig að ég gæti alveg séð að þetta fer þangað en þetta er ekki, það er ennþá fólk alveg no. Já, ég held að fólk sé alltaf hrætt. Við erum alltaf Já. hrætt samfélag held ég til þess að þóra þessu. En það mun alveg gerast að við erum eins og að koma með þessi Google Glasses. Já. Að nú erum við allt í einu farin að koma með glerugu sem geta beinþýtt allt sem þú ert að segja. Að glerugun hlusti og koma með texta svo þú viti hvað maðurinn er að segja. Já, það er alltaf hræðilegt fyrir Íslendinga sem að tala illa alla í útlöndum. Já, sem er alveg ferlegt. Hvað er það að labba gera? Fram, ég verður ekki að vera betra fólk og ekki tala illa fólk. Nei, það gengur ekki. Nei, búa til okkar eigin tungumál. Einhvað sem bara Google skilur ekki. Já, bara förum aftur í forn íslensku. Já. Og bara tölum hana. Förum að þéra og svona. Já, það var nú eitthvað. Nei, ég kann hann ekki. Nei, en ok, þá fyrir við næsta. Að því meik ekki að, ég get ekki hugsað um þetta, hérna. Biohackers. Nei, þetta er alveg. Snúru heyrnartól eru öruggari kostur. Ég veit ekki hvernig þau eru öruggari en þú færð þann hljóm sem þú átt að fá. Sem er rétt. Með Bluetooth heyrnartól að þá ertu með sem sagt digital audio converter. Digital analog converter. DAC kallast þetta. Nú myndi pappa minn segja, hvað er þetta að segja? Hvað þetta segja? Já, sem sagt, þú ert að senda í raun og veru 0 og 1 í gegnum Bluetooth og það er að taka, heyrnartólin er að taka við því og breyta því svo aftur yfir í hljóð. Og Já, að því að hérna, tölvan virkar 0 og 1. Já, akkurat. Og segjum sem svo þú ert með vínilplötu og verður að spila hana og það sendir þeim í gegnum Bluetooth í heyrnartóliðin. Í raun og veru ertu þá að fá hljóminn sem heyrnartólin er að gera. Og svo oftar en ekki þá eru mörg heyrnartól sem eru til, sem eru með hin og þessar equalizer, kallast þetta. Jafnara. Jafnara. Þá eru þau með sinn jafnara á.
að við viljum að heyrnartól nokkuð sem er mikið bassa og þá eru þeir kallast það oft með svona bass boost og þá verður öllu hljómur sem kemur þar inn mjög bassa mikill og svo eru aðrir sem ég vil hafa miðtónin meira og drögum aðeins úr hátónunum þannig að þú ert ekki að fá rétta hljómin en það er ásamt líka við þau sem eru snúrutengd en ef þú ert með snúrutengt heyrnartól þá ertu tengda við vínir plötuspilara, þá ertu samt að fá hljóminn sem er að koma frá plötunni til þín. Og þá ertu búin að taka í burtu þarna einn lið sem umbreytir hljóðinu svo þú heyrir það. Já, þá færðu bara signalið, rafsignal beint inn í eyrun. Já, þá maður fær svona sannan hljóm innan gæsalappa. Óumbreyttan. Já, allavega þetta eru þessu helstu rökin sem ég hef séð fólk tala og ég verð nú við ekki en ég heyri nú ekki mikið mun á því. Nei, það er nokkuð. Ekki á milli Bluetooth og snúru. En ég vil aðalega snúru út af því að heyrnartólin sem ég nota og vinn með Audio-Technica að þau eru sem kallast flöt heyrnartól eða true headphone. Þau eru ekki með neinum svona boosters eða svona það er ekkert búið að eiga við neinar tíðnir. Nei, sönn heyrnartól. Já, og þau bara koma með hljóminn eins og hann á að berast. Já. Og þá vil ég heldur ekki að vera með eitthvað svona Bluetooth upp á það að ef það er eitthvað að gerast í Bluetoothinu sem ég bara veit ekki og þá frekar vil ég beintengja með snúru. Þetta er mjög gott fyrir hljóðmennina sem að hlusta. Já. Hvað sagði hann heita? Audio-Technica. Audio-Technica. Ég veit þetta. Heyrnamenn. Hljóðmenn. Jæja, heyrnamenn. Hvað segið þið? Ég er með heyrnamann. Já. Helstu heilbrigðisyfirvöld eru of sein að bregðast við nýrri tækni. Já, ég er alveg sammála því. Tæknin er náttúrulega, hún fer rosalega rætt. Já. Og ég held að eigi við öllu þeim sem er í tækni gera alveg sama hvort það segir þá í kvikmyndum eða í tölvum eða hvað sem er. Ef þú stoppar, þá stór hann úröldur. Hún er það röð. Það þýðir ekki að bara svona já, ég hef það fínt hérna, ég ætla bara að vera í þessu. Nei, þá ertu úröldur. Þú sér það, þú vissir ekki af þessu hægt að tengja 2 Bluetooth Nei, akkurat. Já, eins og segi, það er alveg nokkuð Þú blikaði bara. Já. Ég gerum ekki grein fyrir því að það var allavega 2 heyrnartól komin tengt sem er þó allavega framför. Það er framför. Það var mjög gaman að horfa á svona mynd. Já. Heldur betur. Það er ekki saman. En læknisfræðilega séð þá eru þau ekki að nógu fljóta að fylgja. Nei, veistu að ég er að ljúga þér. Ertu að ljúga mig? Já, ég var að ljúga þér. Ertu lygari? Sko, ég er ekki lygari þó ég ljúga einu sinni. Er það? Ég veit það ekki. Nei, við keyptum svona millistykki. Já. Ég man það núna. Já. Ég er ekki tækni, ég er tæknikona, ég myndi alveg segja það, en ég er ekki svona, finnst gaman að kaupa með nýjar græjur eins og makinn minn, hann Magnús. Já. Hann keypti eitthvað svona millistykki sem við settum í tölvuna og þá gætu við tengt föð. Já. Sem við getum líka í flugvél. Sem er mjög snið. Já. Mæli með, ég man ekki hvað þetta heitir samt. Nei, ég sef í flugvél þannig að breytir engu. Þú sefur í flugvél? Já, mér finnst það geðveikt. Já, ég nefnilega var þessi. Já. Svo fór ég í flugvél fyrir nokkru dögum og var að fljúga frá Danmörku til Íslands. Já. Ég gat ekki sofið. Ég er einn af þessum, kona mín bölvar þessu alveg í sandu ösku. Ég leggst niður og ég sofna. Ég var þannig, ég veit ekki hvað gerst. Það skiptir engum máli hvar ég er. Ég bara leggst niður og sofna ég. Ég veit það ekki, sko, af því að ég veit hvað þetta er næs. Af því ég er svona barn sem var rosa mikið á hreyfingu, sko, eða þú veist, ég var alltaf í bíl að keyra eitthvað, stóð í flugvél að keyra, þú veist, fara eitthvað, fljúga eitthvað og bla 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 og gat sofið alls þar og fannst það svo næs. Mér fannst ekkert betra en að sofa í bíl. Já. Sko, eitt sem allt betra var þegar pabbi hjálpa mér inn. Já, svona allt í erum að svona teleportaðist, bara svona allt í erum bara, wow, ég er komin upp í rúm. Já, svona sko, þetta eru kostir og gallar. Já. Eins og það að ég þarf að keyra. Já, ef ég á að vera svona farþegi, já, þá sef ég. Ég er ömulegu farþegi. Ég líka. Já, það er svona, ef við erum að ferðast eitthvað landið og eitthvað svona, já, ástu mín, nú ætlaðu þú að keyra. Nei, mér langar að spjalla. Ok, ég skal keyra.
Já, ég tengi alveg við það en ég væs samt aldrei að keyra einhvern veginn þannig að ég segi bara, hann verður að díla við það. En ég sé, þetta eitthvað að breytast þannig að ég greinilega segi ekki lengur í flugvél. Þetta virkaði ekki þannig daginn, þannig að þetta er bara búið. Þetta er bara búið. Gleðin er búin. Sorry, nú ert þú bara vakandi það sem eftir er. Já. Nú getið þetta ekki lengur. Nei. Þetta er nefnilega alveg svona, þetta er eiginlega bara svona ofurkraftur, sko. Því það geta þetta fæstir. Maður geta bara lagst niður og tekið sér 15 mínútur lúr hér og þar, það geðvikt. Einmitt, mjög næs. Hvað þá einhver heldur á manni, eitthvað annað. Já. Það er alveg teleportation. Herðu, Bluetooth-tækni ætti að vera betur rannsökuð áður en hún er notuð svona víða. Hvernig á að rannsaka hana með þá í hvað í huga? Samanlega og samanlega. Já, þetta er rosalega víðtækt eitthvað. Já, verðum að rannsaka þetta betur. Nú, hvað áhrif mun þetta hafa? Við veitum það ekki nefnilega. Á einhvað. Já, ok. Hver veit? Jú, endilega sagt styrk, fáðu pening og segðum svo hvað kemur út úr þessu. Já, af hverju ekki? Taldu styrk. Hljóðstyrkurinn sjálfur er stærra vandamál en tæknin á bakvið. Já. Aha. Já. Fólk ætti að hafa meiri varúð jafnvel þótt vísindin sé ekki afgerandi. Já, fólk á alltaf verið varúð. Alltaf. Gagnrýn hugsun. Það er bara, skiptir rosalega miklu máli og bæði með bara eiginlega við öllu saman. Ef þú ert með gagnrýna hugsun að þá ert þú líklegri til að leita þér upplýsingar og endar á því að finna þá réttar og sannar upplýsingar. Ekki taka það bara frá einum manni, þetta er vont. Já, hann sagði þetta er vont, ég ætla að fylgja honum. Nei, komdu með gagnrýna hugsun og skoða þetta betur. Já, þessna þarf þess að gagnrýna hugsun gagnvart gervigreindinni. Þú ert að vera með aðeins meiri gagnrýna hugsun þegar ég sagði þetta með Bluetooth heyrnartól 2. Nei. Nei, eins og ég sagði, það er nefnilega komið svolítið síðan í skoða þannig að það gæti alveg verið. Já. Þannig að ég var alveg tilbúin með að taka þetta. Ég kann að meta þetta traust. Heyrðu, þá erum við að fara í næsta lið og seinasta liðin sem er, hvort myndirðu frekar? Hvort myndi ég frekar? Að vera með Bluetooth noise cancelling heyrnartól eða snúrutengt heyrnartól? Það er stóra spurningin, en ég er líka með fleiri minni. Ok. Viltu heyra það fyrst eða viltu svara þessar spurningu stóra spurningu? Ef þú vildi þá getum við gert þessa stóra þar til í lokin. Gerum það. Já. Hvort myndirðu frekar njóta þráðlausra þæginda, þetta er eitthvað svona hvernig er þetta Steppistóð ströndu var að tróða strý var ekki tróðin að maður steppi træði strý eintröð steppi strý, tvítröð steppi strý þrítröð steppi strý, fjórtröð steppi strý. Nákvæmlega. Er í leikona? Þú er leikona. Já. Hvort myndir frekar njóta þráðlausra þæginda eða minnka mögulega hælsu hættu með snúru? Ég myndi vilja þráðlaust allan daginn. Ég þoli ekki snúrur. Þó svo ég vilji snúrur. En þetta er svona komur að segja double-edged sword. Já. Heima hjá mér, ég vil ekki sjá snúrur eins og með sjónvarpinu og kemur snúra niður til að tengja þessar ramman. Ég vil það ekki. Nei, burt með það. Já, frekar ger ég gat í vegginn og fræsan allan út og sitt snúrunar inn í vegginn og þannig að allt er á bak við sjónvarpinu þannig að ég sjá þetta ekki. Mikið frekar ger ég það. En við vinnu, hljóðvinnslu svoleiðis, þá vil ég snúrur. Þannig að þetta fer í báða vegu. Mér finnst snirtilegra að sjá ekki snúrur. Já. En ég nýti snúrunar og ég kýs frekar snúrur í vinnu. Já. Hvort myndir þið frekar bíða eftir fullvissum vísindaniðurstöðum eða sína varúð fram að þeim tíma? Sína varúð. Hvort myndir þið frekar nota Bluetooth stutt og sjaldan eða sleppa því alveg? Stutt og sjaldan, út að labba með hundin. Hvort myndir þið frekar vera talin of varfærin eða taka áhættu sem gæti reynst óþörf? Veskið mitt segir að ég tek óþarf áhættur. Ég sé eitthvað nýttalega, þetta er snuðt, virkar þetta? Ég veit ekki, komast að því. Hvað mynd það? En spennandi, hvað er seinast þess að keypti sem var reyndist óþarfa? Svona stór og mikil 3D prentari. Ó nei, Jó. Og kostaði mikið? Já. Ó nei. Já, hún notan 3 svar. Þetta var svona áhuga málar, ég verð að prófa þetta, ég verð að nota þetta, kaupa með þetta, ég þarf þetta. Þetta er nýtt tæki, geðveikt, ok, hvernig virkar þetta? Ég veit það ekki.
Fyrir mig að læra þetta. Ok, búin að læra þetta. Hvað gerir þetta? 3D-prentar, allt saman. Hvað er búin að 3D-prentar mikið? Einn bíl. Wow, býtu, hvers konar bíl? Lötu sport, eða lötu. Akkur spurði, ég veit ekki um bíla. Ég sem sagt 3D-prentaði lötu sem ég gaf mamma og pappa í jólagjöf. Þetta var bíllinn sem að við ferðumst allt land þegar ég var lítill. Ok. Blá lata með risastóru segli ofan á bílnum sem geymdi allan farangurinn okkar og ferðumst allt landið. Þannig ég prentaði hann út, málaði hann bláan og gaði með hann í jólagjöf. Þetta hljóma nú ekki eins og óþarfa. Já, sko, en nú er þetta bara sannar ekki. Nú er þetta ekki að gera neitt. Þannig þetta var rúkislega spennandi og svona, yes, ég verði að gera þetta. Já. Ertu bara að þjátti líka það? Kannski smá. Ok, næsta spurning. Hvort myndirðu frekar treysta opinberum öryggisstöðlum eða eigin innsæi og reynslu? Það fer svolítið eftir því hvað er á bak við þessi opinberu stöðlum. Þannig að þú myndir treysta eigin innsæi? Já, og svona eins og það kom allt í einhver frá Evrópu á opinberu staðallum það að allir eiga að nota LED. Meinar. Já. Af hverju eiga að nota LED? Af því að það spara rafmagn. Já. Af hverju er að spara rafmagn? Nú svo við getum selt rafmagni til stóriðina þær. Jú. Já, það var alveg, ok, en birtan af LED er ógeð. Já. Og hún er ljót. Ég vil frekar þessu gömlu, góðu perur sem eru með rafmagni sem kemur svona gulbirta. Mér finnst hún fallegri. Hún er svo falleg. Hún er mýkri Já. og fer ekki í augun á manni. Já. Og það er búið að sýna að flúorperur geta valdið hausverk. Og þar har rannsóknir sem hefur sýnt á að sanna það. Þannig að ef einhver opinberir svona yfirvöld segir svona, nú ætlum við að gera þetta, þá kemur svona þessi hugsun hjá mér alveg. Af hverju? Hvað er hann á bakvið? Ég treysti ykkur ekki. Ég treysti ykkur eins langt og ég get hent ykkur. Og það er ekki langt. Þannig að... Býtu aðeins. Treystir eins langt og þú getur hent þeim? Já. Ertu að meina henda þessi eins og að henda bolta? Já, svona, ef ég myndi taka mannesku og hendinni, já, ég treysti þið svona langt. Það er aðeinslegt. Ertu mikið að henda fólki? Já, ef ég treysti þið mikið. Já. Já, einmitt. Já, góð punktur. Já, þannig að nei, ég myndi frekar vilja þá gera mína skoðun á þessu og kynna mér efnið og sjá hversu mikil sönnunan er á bakvið. Og ég er alveg viss það eins og með þessi LED-perur að það hefur verið, jú, til að spara rafmagn, en hvert er þá rafmagnið alltaf fara sem var nú þegar til staðar. Jú, það er stækkun í samfélaginu og samfélagi stækkar og það þarf að búið til meira rafmagn og dara. En að bara eins og aftur perunar, að það skiptir svona miklu máli, nei. Ok, áfyrir næsta. Hvort myndirðu frekar fórna þægindum eða lifa með óvissu langtíma áhrif? Fórna þægindum eða lifa með óvissu í langtíma. Ég er rosalega latur kall. Ok. Þægindi er númer 1, 2 og 3. Þannig ekki fórna þægindum. Nei, ég ger alveg ítarlegra skoðun og rannsóknir það bara að kaupa mér rúm eða sófa eða jafnvel skó. Ég nenn ekki að vera í einhverju svona, þeir eru flottir, eða eru óþægilegir, glimtu því. Vá. Já, langt síðan ég fara að pæla í einhverju hvort þetta lítur vel út eitthvað, þægindi númer 1, 2 og 3. Já. Þannig að ég myndi ekki fórna þægindunum. Svont með mörg tattu, sko. Það er ekki þú alveg þægilegt. Já, mér fann nú ekki mikið fyrir þessu. Hættu. Ég er líka með tattu, sko. Ég veit alveg þetta er vont. Nei, ég er ekki einu svona grínast, ég er einu svona sopnaði á bekknum. Nei, hættu. Hvar var það þá? Já, þegar var hann að gera eldin hérna. Já, hann er með svona mjög svartan eld á hendinni. Já. Sem er stór fyrir ykkur sem er... Já, það er enginn að horfa því að myndaðarinn virka ekki. Nei. Eins og þið sjáið, þá er þetta stórt og mikið. Ég sett myndaði þess einhvers staðar. Ok, þá fyrir við í næsta. Hvort myndirðu frekar nota Bluetooth heyrnartól daglega að halda þið við snúru innan gæsalappa til öryggis? Sko eins og ég segi, ég nota Bluetooth þegar ég er út að labba með hundurum. En þá aftur ég með over-ear, ég sitt aldrei neitt inn í eyrun. Ég er ekki með þessu earbuds. En ég nota snúru þegar ég er í vinnu. Já,
Þannig að hvort myndir frekar þurfa að gera bæði. Eða sérst, Ef ég ætti að fórna öðru, já, þá myndi ég fórna Bluetooth. að það? Já. Ok. Senast spurning, hvort myndir frekar vita allt áhættuna áður en þú nota tækni eða njóta hennar þar til annað kemur í ljós? Njóta náðarandar að hann kemur í ljós. Það hljómaði þannig, sko. Já. Ok. Í stuttumáli segir ChatGPT, núverandi vísindalega niðurstöðu telja það ólíklegt að Bluetooth heyrnartól valdi beinu heilsutjóni af völdum rafsegulgeislunar þó rannsóknir haldi áfram. Vandamálið er ekki tæknin, heldur hversu oft, hversu lengi, í hvaða aðstæðum og eins og með allt annað skammtastærðin skiptir máli. Ertu samanlega sem loka áriðum? Sko, það er þetta rafsegulgeislun. Nei. Electric magnetic Radiation. Sko, það er það sem kemur frá sólinni og getur valdið truflun í rafkerfi og veist, það er electric EMP Já. veist, sem drepur raftæki. Nei. Þannig kemur sönnunin að maður þarf virkilega að passa hvað maður tekur frá AI. Bara nei. Rafsegulgeislunin. Nei. Já. Nei. Loka orðin myndi þá vera hver? Hvernig svarar þá sem þessari spurningu? Hvort myndir þú frekar? Hver var spurningin aftur? Nú er ég alveg komin í Hvort myndir þú frekar vera með noise cancelling, Bluetooth heyrnartól eða vera með snúrutengt heyrnartól? Akkurat. Ég persónulega finnst snúrutengt heyrnartólinn þægilegri, en ég persónulega nota heldur ekki noise cancelling heyrnartól. Mér finnst óþægilegt að vera með noise cancelling í gangi. Já, en það er ekki hættulegt. Það er ekki hættulegt. Nei, nema þú ert að hjóla í kaupin. Já, nema þú ert að hjóla í kaupin. En mér finnst óþægilegt að heyra ekkert. En það er ég sem hljóðmaður, ég heyri allt. Ég vil heyra allt. Þegar ég er út að labba, ég er skrýtnikallinn sem er með alla græjur í töskunni minni. Ég er með lítið upptökutæki og ég er með myndavél og allt svoleiðis. Ok. Já. Þetta hljóma mjög creepy. Ég veit það. Þetta hljómar eins og ég er út að labba og ég er að hlusta og taka myndir af fólki. Nei, ekki af fólki. Heldur að eins og maður er út að labba með hundurum og ég labba fram í hlið og við förum í gegnum hliðið og það ískrar í hliðinu og þetta ískur er alveg bara beautiful. Það er svona gæsa húðum mannum og oh my god, ég get notað þetta í svo mikið. Ok, áhört. En þá er ég með græna með mér til að taka það upp. Já. Þannig að ég er þessi skrýtnikall sem er með þetta allt á mér. Já, þannig þú með hljóðbanka heima þér. Já. Já, þetta. Það meikar sens, ég skil gott við, en af hverju þetta með myndavél? Út af því oftar en ekki þá er ég kannski sé einhver rosalega fallegt umhverfi. Já, þú minna það. Já, og ég tek myndir af umhverfinu og ég heyri hvernig umhverfið er og þá oftar en ekki að býja til hljóð þeim fyrir þessa mynd. Vá, merkilegt. Og svona leik mér að því. Ertu að setja þennan samfélagsmynda? Ekki ennþá, ég á alveg heilan helling en fólk hefur sagt að ég ætti að gera það. Ég bjóð til fyrir konuna mína. Hún hlustar ofta á einhver svona sleep mode nema hún er jarðfræðingur og elskar risaeðlur. Þannig að ég gerði Jurassic Park heim handinni. Hættu! Nei, sem þetta er 2 klukkutímar af hljómar eins og sért bara á tímum risaeðlana. Vá! Þú heyrir í risaeðlu labba þungfótspor og svona trén og það kemur rigning og þetta er bara, bjóð til handa henni til að sofna yfir. Oh my god! Yes. Þú eru eiginlega að selja þetta, held ég. Já, kannski. Eða gefa, ég er djók. Hérna að posta þessu. Þú verður að gefa þetta. Gefðu þetta. Gefðu vinnuna þína. Já. Settu nú Instagram, takk. Já. Tekka klukkutíma. Myndband. Já. Nei, vá, það hljómar eins og þú sett mjög góður í að gefa gjafir. Ég reyni mitt besta. Þetta hljómar svo ástæðtungumálið þitt. Já, ég elda. Ef fólk er satt og er búin að borða vel hjá mér, þá líður mér vel og ég elda það er ég sem oftar en ekki elda heima og líka þegar ég er að gefa gjafir þá vil ég hitta í mark. Ég vil ekki bara koma og gjöfhanda sem kostaði 20 krónur. Nei, frekar veit ég af því að eins og
félagi minn, hann elskar Robocop Já. og ég man ekki hvað leikar hann heitir þessum leikan, en maður fekk myndband af honum að segja til hamingju með afmælið. Leikaranum? Já, og Hættu sendi þessu. honum það og sagði til hamingju með afmælið. Oh my god. Já, og það- Ok, mér verður til í að vera í þínum Insta-ring. Það er svoleiðis gjafir gefa meira heldur en að fara út í e-pal eða eitthvað annað og hérna er vasi. Já, ekki auðlýsing fyrir e-pal. En að þú ert að hlusta. Já, þannig að já, ég kýs frekar svona tilfinningarlega gjafir heldur en fjármagnsgjafir. Það hljóma mjög fallega. Takk. Já, nú erum við komin í ástandungumál og fleira, við erum búin að fara víða í þessum þætti. Er eitthvað að loka sem þú vilt koma á framfæri? Hugsaðu meira á okkur. Þegar þau missið hirnina þá er ekki hægt að fá hana tilbaka. Það er engin tæki hana til að fá hirnina tilbaka. Þannig að hún verður alltaf sköttuð. Þið viljið ekki ískrið. Nei, þið vil ekki til nærið. Hvað sagður við? Þið viljið ekki? Til nærið. Tinnitus, já, það er það sem það heitir. Til nærið. Einmitt, þið viljið ekki tinnitus. Til nærið. Þá held ég að við segjum þetta bara gott í bili. Og bara takk fyrir að hafa mig. Takk kærlega fyrir að koma. Ég bara vona í framhaldi að þið hlustendur hugsið meira heyrnin ykkar og hvernig þið notið eyrun á okkur. Ekki stinga inn í eyrun á okkur, drasli, engum snirtipinnum eða neinu. Og ég vona að ég yndislega dag og ég hlakka til að heyri ykkur, hlakka til að leyfa ykkur að heyri mér í næsta þætti. Og við sjáumst og heyrumst, eða ekki.